Sakborningar í Þorlákshafnarmálinu segjast hafa ætlað að ná sér í auðfengið fé kvöldið örlagaríka þegar þeir urðu karlmanni á sjötugsaldri að bana. Carbfix, dótturfyrirtæki Orkuveitunnar, tapaði 1,2 milljörðum króna í fyrra og skuldar móðurfélaginu nærri 4,5 milljarð. 5 fréttamenn voru á meðal þeirra 20 sem voru drepin í árás Ísraelshers á sjúkrahús á Gaza í dag. Arkitektastofur og fasteignafélög keppast nú við að skila inn teikningum til byggingafulltrúans í Reykjavík því gatnagerðargjöld alltaf tvöfaldast 1. september. Jöklarnir í Ölpunum bráðna á methraða og sú þróun gæti haft áhrif á skipaumferð í Evrópu. Komið þið sæl. Réttarhöld í Þorlákshafnarmálinu hófust í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Málið umfangsmikið en í því eru Stefán Blackburn, Lúkas Geir Ingvarsson og Matthías Björn Erlingsson sakaðir að hafa orðið karlmanni á sjötugsaldri að bana þegar þeir sviptu hann frelsi í Þorlákshöfn, misþyrmdu honum og skildu hann eftir nær dauða en lífi á leikvelli í Gufunesi. 2 önnur eru ákærð í tengslum við málið. Stefán og Lúkas Geir segjast saklausir af ákæru manndráp en gengust við frelsissviptingu og ráni, auk þess sem Stefán gekkst við tilraun til fjárkúgunar. Velkomin Anna Lilja, þú sast þinghaldið í morgun. Hvernig fór þetta allt saman fram? Já, það var nú nokkuð hefðbundið svona mestu leyti. Nú þetta hósta því allir sakborningarnir 5 gáfu skýrslu. Fyrst var þeir Stefán, Lúkas og Matthías, það er að segja þeir sem ákærðir fyrir manndráp og síðan voru það karl og kona sem 18 og 20 ára en þau eru ákærð fyrir peningaþvætti og frelsissviptingu. En vitnisburður þessara 3, það er að segja þeirra sem eru ákærðir fyrir manndráp, hann var að mestu leyti samhljóða, það er að segja þeim bara mestu saman það sem gerðist þarna kvöldið 10. mars, en það sem kannski helst bara á milli það var hlutur Matthías, hann sagðist ekki hafa vitað hvað til stóð. En það er kannski vert að taka það fram að við höldum áfram hérna að þarna í dómsal í dag komið fram lýsingar á einstaklega hrottalegu ofbeldi sem kannski óþarfi að hafa af hér. Einmitt. Og eins og þú segir, þetta einstaklega hrottalegt mál. Hvernig var svona andrúmsloft í dómsalnum? Sýndu sakborningarnir einhverja iðrun? Já, það gerir það. Allir 3, þeir sögðust harma það sem gerðist og sögðust ekki hafa farið af stað með það í huga að þarna yrði morð. Heldur hefði þeir ætlað að ná sér í auðfengi fé eða easy money eins og einn sakborninganna orðaði það og það ætluðu þeir að ná sér í með því að bera fórnarlambið sökum barnaníð. En að lokum þá sóttu 3 milljóna króna lán í hans nafni sem millifærðu síðan, en síðan skildu mannin eftir fáklæddanum frostnótt og saksóknari spurði hvort þeir hefðu gert einhverja ráðstafanir til að hann fyndist fyrr, til dæmis fengja 112 eitthvað slíkt, en þeir sögðust ekkert slíkt hafa gert. Einmitt. En svo var sýnt myndband lögreglu það ekki í dag þar sem að svona atburðarásin var rakin? Jú, eftir vitnisburð sakborninga þá sýndi ákæruvaldið 90 mínútna myndband sem var meðal annars samansett úr efni úr svona ýmsum eftirlits- og öryggismyndavélum og Tesla Stefáns Blackburn sem var ekið þetta kvöld. Nú Sigurður G. Gíslason dómari sagði þetta eftir sýningu myndbandsins að Tesla væri ekki málið, maður ætla að standa í einhverju svona og þar áttum við að Tesla náttúrulega tekur sjálfa sig endalaust upp þannig að þarna var talsvert að myndefni sem ýtti stoðum undir ákæruvaldið. En í myndbandinu þar voru ferðir þremenninganna sem sagt raktar, það var sýnt allnákvæmlega hvar þeir voru hverju sinni, hvenær þeir tengdust hinum á þessum GPS-möstrum og það voru líka sýnt ýmis samskiptir á samfélagsmiðlum. Nú og svo var þarna líka myndefni úr búkmyndavélum lögreglu sem sýndi þegar þeir fundu manninn nær dauða en lífi í Gufunesi. Einmitt. En þetta var fyrsti dagur aðalmeðferðar, hvernig er svo framhaldinu háttað? Já, þetta heldur svo áfram núna fram eftir viku á morgun og hinn verða vitnaleiðslur. Það verður lögregla, ýmsir sérfræðingar, nú nánustu ættingjar mannsins sem lést. Nú á fimmtudaginn verður svo gert hlé, en svo á föstudaginn það verður málflutningur. En við hittum 2 af lögmönnunum, 5 eftir að þinghaldi lauk í dag. Þetta náttúrulega bara
svona mannlegur harmleikur sem hefur átt sér stað og það þetta bara svolítið erfitt að horfa upp á það að fólk hafi dreifst inn í mjög erfiðar og flóknar aðstæður. Það nú bara það sem situr eftir. Myndið þú segja að það hefur verið staðið vel að þessar rannsókn? Ég get ekki annað séð en að lögreglan hafi vandað vel til verka og þetta myndband sýnir það hversu langt lögreglan komin í því að stilla eða allavega að stilla upp svona sjónræni mynd af atburðum. Það hef ég ekki orðið vitni af áður. Þetta voru hluti af ákærðu kannski að gefa sína fyrstu ítarlegu framburði í málinu í dag, en hvað varðar umbjóðanda minn, þá þetta allt saman eftir bókinni. Hann hefur ítrekkað sýknukröfu sína í málinu og ég tel að gögn málsins og það sem kom fram í dag, meðal annars í skýrslu sálfræðings, styðji framburð hans. Forsætisráðherra Ísraels segist harma mistök sem herinn gerði þegar ráðist var á sjúkrahús á Gaza í dag. 5 fréttamenn voru á meðal þeirra 20 sem voru drepin. Ísraels her gerði árás á Nasser spítalann í borginni Khan Yunis á Gaza í morgun. Hann sá stærsti á suðurhluta Gaza og eini starfandi spítalinn í borginni. Flugskeyti hafnaði á byggingunni og sjúkraflutningamenn komu til aðstoðar. Stuttu síðar komu svo fréttamenn, ljósmyndarar og myndatökumenn til að greina frá því sem hafi gerst. Og meðan þeir voru að störfum gerði Ísraels her aðra árás á sama stað, þar sem líklega vel á 3. tug voru drepin. هذه الجريمة ليست الأولى التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع ناصر الطبي. هذا المكان الذي يعتبر له حرمة ومكان يقدم الخدمة الطبية، وليست الجريمة الأولى أيضا التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفي الفلسطيني الذي ينقل الصورة وينقل. The journalists were targeted by a drone. This is the first hit for the Nasser drone carrying explosive, and they were killed instantly. Ísraels her hefur ítrekkað gert árásir á spítala á Gaza, en fyrir 2 vikum létu 6 fjölmiðlamenn lífið í árás á Al-Shifa sjúkrahúsið í Gazaborg. Það var svipuðum aðferðum beitt og í dag. Ísraels her segist í yfirlýsingu síðdegis hafa gert árás á spítalann, en hafnar því að hún hafi beinst að viðbragðsaðilum eða fjölmiðlafólki. Forstjóri Orkuveitunar segir að þrátt fyrir há lán til dótturfyrirtækisins Carbfix sé Orkuveitan í plús vegna mikils sparnaðar í kolefnislosun. Erlendir fjárfestar hafi þegar lýst áhuga á að koma inn í félagið. Carbfix HF dótturfyrirtæki Orkuveitunar sem þróa leiðir til að farga og binda koldíoxíð tapar rúmlega 8 milljónum evra eða 1,2 milljónum króna á síðast ári. Skuldi fyrirtækisins hafa aukist verulega milli ára og nam langtímaskuld fyrirtækisins við Orkuveituna tæplega 30,6 milljónum evra eða hátt í 4,4 milljónum króna í lok síðast árs. Forstjóri Orkuveitunar segir að þrátt fyrir Orkuveitan leggi mikla fjármuni sem lán til Carbfix sé hún að spara háar fjárhæðir lægri losunarkostnaði koldíoxíðs. Dæmi kemur út að nú staðan 10 milljarðar í plús fyrir okkur. Þar að auki verið að búa til íslenskt hugverk sem gríðarlega verðmætt fyrir íslenskt samfélag og skilar eigendum verulegum ávinningi til framtíðar, segir Sævar Freyr. Þá stendur til að fá erlenda fjárfesta að, en Orkuveitan verði áfram meirihlutaeigandi og hugverki verði í eigu hennar. Þegar hafi fjárfestar lýst áhuga. Þá eru viðræður þegar hafna við erlenda viðskiptavinni sem ganga vel. Sem kunnugt hefur Orkuveitan stundum leita á nýja slóðu með verkefni, eins og risarækjueldi á sínum tíma sem engu skilaði og reyverkefnið með Geysi Green Energy sem á endanum felldi meirihlutann í borgarstjórn. Sævar Freyr segir þetta verkefni fyrir Orkuveituna. Já, tvímælalaust. Þetta nú þegar að skila Orkuveitunni ávinningi og sparnaði, en ekki síður við að ná ávinningi fyrir loftslagið. Þannig að brennisteinn hefur verið fjarlægður úr andrúmslofti, koldíoxíð er fjarlægt úr andrúmslofti. Við erum þannig að stuðla því sem rauninni skrifað í lögum Orkuveituna að sinna þessu hlutverki sem að kolefnisbinding er. Sem fyrr segir versnaði rekstur Carbfix milli ára með mikilli skuldasöfnun. Sævar Freyr segir að verkefni muni ganga, það sé enn á byrjunarreit og eins og með virkjanir og fleira, þá séu fjárútlát fyrst og ávinningurinn komi síðar. Miðað við að Orkuveitan fjárfesti fyrir 30 til 40 milljarða króna á ári kostnaður vegna Carbfix ekki mikill, segir hann, og það kemur að því að mínus breytist í plús. Árið 2029 fer verkefni í gang og þá verður fjárfest með erlendum fjárfestum. En núna næstu árin til 2026 Orkuveitan að styðja við verkefnið og svo
munu stærri fjárfestar taka við þessum á eftir kemur. Og hjá mér Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, stjórnarmaður í Orkuveitunni og borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Við byrjum áður fyrir mig Carbfix, við byrjum á því þú ert að koma á stjórnarfundi Orkuveitunnar þar sem hálfsárs uppgjör var kynnt. Svona í stuttumáli, hvernig útkoman á samstæðinni? Sko, samstæðan nú alveg góð. Orkuveitan stöndugt þótt að skuldir hafa aukist og eignir líka aukast, þannig að hún svo sem bara í ágætum málum. Þvert yfir. Carbfix, það kom fram hérna að móðurfélagið Orkuveitan búin að lána háar fjárhæðir til Carbfix. Hvernig líst þér á þessa mynd? Sko, ég hef nú ekki stutt þessa vegferð. Það var bara mjög ljóst í upphafi þegar Carbfix var stofnað að eigandinn, borgin, vildi ekki Orkuveitan væri að fjármagna þessa vegferð. Þannig ég hef alltaf sagt að ef að á að vera að setja ykkur frekari lán í rekstur Carbfix þá eigi nú að tala fyrst við eigandann og ég flutti tillögu þess efnis en hún hlaut ekki náð meðal samstjórnarmanna minna. Þannig að ég hef líka bara sagt að sko, það ekki nóg að sannfæra bara sjálfan sig ágæti Carbfix og þessa vegferða, það verður að sannfæra aðra og því hefur mér þótt sko, brýnt á þessum tímapunkti bara að hægja hans á og fara hans í að koma reksturinnum í statt lag og finna fjárfesta sem vilja fara í þessa vegferð áður en lengur en haldið, en ég hef alltaf verið mjög skýr á því að mér hefur þótt að Orkuveitan ekki að vera fjármagna sem vegferð. Það einmitt eiginlega næsta spurning. Á Orkuveitan og hún reynt ýmislegt risarækjueldi og farið með reyverkefnið og Geysi Green Energy. Á hún að vera í svona rekstri að þínu mati? Sko, mér finnst, nú það kannski verna þess að ég nú bara sjálfstæðiskona, þá finnst mér að við höfum bara hafa hlutina einfalda og verkefni eins og Carbfix þótt að geti hafa komið á góða nótum á ákveðnum tímapunkti og þá sé líka gott að kunna að klippa á naflastrenginn og halda áfram að sleppa unganum út sko, til þess að taka flugið. En nei, ég hef almennt verið á því að við eigum bara að finna fjárfesta í þetta verkefni, og ef að fjárfestar hafa trú á því, þá vilja þær koma. En Orkuveitan og Reykjavíkurborg ætti ekki að vera fjármagna eitthvað sem áhætturekstur. Orkuveitan ætti ekki að vera fjármagna þetta og komið tími til að klippa naglastrenginn, segir Ragnhildur Alda. Og við kveðum hérna frá Orkuveitunni. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm. Mannréttindadómstóll Evrópu kveður upp 2 dóma í fyrramálið í málum sem 2 konur höfðuðu gegn íslenska ríkinu. Báðar konurnar kærðu ofbeldi í nánu sambandi til lögreglu. Lögregla rannsakaði málin 2017 en ekki voru gefnar út ákærur. Ríkissaksóknari staðfesti þá ákvörðun. Önnur kvennanna, María Sjöfn Árnadóttir, sagði í fréttum fyrir 4 árum að hún hafi fengið alvarlegt taugaáfall þegar í ljós kom að kæran fyrndist á meðan hún var til meðferðar hjá lögreglu. Mannréttindadómstóllinn dæmir hvort ríkið hafi brotið þá hluta mannréttindasáttmálans sem fjalla vanvirðandi meðferð, mismunun og friðhelgi til einkalífs. Gatnagerðargjöld fyrir fjölbýlishús í Reykjavík hækkar nokkuð skart 1. september. Álag hefur því verið hjá arkitektum og verður þessa vikuna svo að hægt verði að skila teikningum í tæka tíð. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs segir verið að leiðrétta gjöldin til samræmis við önnur sveitarfélög. Gatnagerðargjöld fyrir einbýlishús hækka ekki. Fyrir raðhús og parhús nemur hækkunin þriðjungi og fer úr 11,3% í 15%. Mest hækkunin á fjölbýlishúsum. Þar eru gatnagerðargjöld núna 5,4% en verða 10%. Nemur hækkunin næstum 90%. Að hlúast inn teikningar núna hjá byggingafulltrúa? Já, það hefur verið að aukast og það þetta ætlun okkar með þessu ákvæði sem átt að hvetja til þess að húsbyggendur færu hraðar á stað. Að það var svona markmið með því að flýta fyrir uppbyggingu og við erum að sjá fleiri teikningar koma inn og það bara mjög ánægilegt. Gatnagerðargjöldin í Reykjavík verða nú nær því sem gerist í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri og í Reykjanesbæ. Gjöld fyrir raðhús og parhús eru reyndar aðeins lægri í Hafnarfirði og Garðabæ. Langlægst verða nú gatnagerðargjöld fyrir fjölbýlishús í Hafnarfirði 6% og í Garðabæ 8,4%. Gatnagerðargjöld fyrir fjölbýlishús eru hæst í Mosfellsbæ, á Seltjarnarnesi og á Akureyri 15%. Nú erum við bara að leiðrétta gatnagerðargjöldin til samræmis við önnur sveitarfélög vegna þess að við vorum undir flestöllum sveitarfélögum áður.
Dóra Björt segir að áður hafi gatnagerðargjöldin aðeins staðið undir þriðjungi kostnaðar við gatnagerð og að þrátt fyrir hækkunina mánaðamótin munu gjöldin ekki standa fyllilega undir kostnaðinum. Þetta auðvitað sanngirnismál sömuleiðis vegna þess að það lögbundin skylda, þetta eigi að vera til staðar til þess að standa undir gatnagerðinni. Á endanum þá þessari hækkun sem að væntanlega birtist í íbúðaverði. Við vitum það að arðsemiskrafan hefur verið mjög stíf á Íslandi. Þannig að það ekkert augljóst að þetta verði smurt beint ofan á verðið. Hún segir eðlilegt að húsbyggjendur standi straum af þeim kostnaði sem hlýst af gatnagerð. Frekar en að það sé þá kostnaður sem fleytt út í bara byrði á aðra skattgreiðendur. Jöklarnir í Ölpunum bráðna á methraða og sú þróun gæti farið að hafa áhrif á skipaumferð í Evrópu innan fárra ára. Vatnshæð stórfljóta álfunnar lækkar meira en áður á óvenju hlýjum sumrum eins og því sem nú senn á enda. Ventínajökullinn í ítölsku Ölpunum hopar svo hratt að það ekki lengur hægt að mæla hann eins og gert hefur verið undanfarin 130 ár. Flestir jöklarnir í ítölsku Ölpunum eru litlir og breytinga verður fyrst vart þar, sérstaklega eftir snjólítinn vetur og óvenju þurrt og hlýtt sumar. Non siamo riusciti quest'anno a ritrovare il caposaldo di misura installato nel 2022 e 2023, in quanto tutta la zona frontale davanti alla lingua del ghiacciaio è franata ed è sottoposta a crolli e a un'instabilità di versante dovuta proprio alla rapida fusione del ghiacciaio. Jökullinn næstum 2 kílómetrum styttri en þegar hann var fyrst mældur aldamótin 1900. Jöklafræðingar hafa miklar áhyggjur af því hversu hratt Ventínajökullinn hefur hopað síðustu ár. Il problema è il ritiro che è avvenuto negli ultimi 30 anni e soprattutto negli ultimi 10 anni quando il ghiacciaio ha perso oltre 400 metri di misura lineare che equivalgono più o meno a 4 campi da calcio messi uno dietro l'altro. Questo ha comportato una destabilizzazione dei versanti e anche soltanto negli ultimi 3 anni il ghiacciaio ha perso praticamente 200 metri lineari. Það 5.000 jöklar í Ölpunum og síðustu ár hafa margir þeirra hopað á methraða. Altec-jökullinn stærstur en hann hefur þynnst mikið síðustu áratugina og hopað rúma 1300 metra. Þessi mikla bráðnun hefur áhrif víða. Á hlýjum og þurrum sumrum eins og í ár lækkar vatnsborð í stærstu fljótum álfunnar, til dæmis í Rínarfljóti. Bráðnun jökla hefur unnið gegn því en ef þeir hopa mikið í framtíðinni verður mun minna vatn í ánum á þessum árstíma sem gæti haft áhrif á skipasiglingar á Rín og þar af leiðandi borgirnar á bökkum hennar. Gletsjers vormen eigenlijk de bron van de vele rivieren die in Europa stromen, zo ook de Rijn. Dus de gletsjers leveren water op een moment dat het benedenstrooms heel erg droog is. Ze compenseren dus eigenlijk een beetje voor het tekort aan neerslag wat er gevallen is. Maar die rol die verdwijnt dus langzaam als de gletsjers steeds kleiner worden. Marit segir að ef þessi þróun haldi áfram gæti vatnsborð Rínarfljóts í Hollandi lækkað alltaf 15% á þessum ástíma. Dat klinkt weinig, maar voor droge periodes is dat wel een getal wat een verschil kan maken. Wat ervoor kan zorgen dat we net onder een drempelwaarde komen te zitten voor de scheepvaart bijvoorbeeld. Skipaflutningar á Rínarfljóti eru töluverðir og þangað geta fulllestuð flutningaskip siglt með vörur stóran hluta ársins. Skipafélögin hafa miklar áhyggjur af því að það verði ekki lengur hægt vegna loftslagsbreytinga. Á hlýjum og þurrum sumrum verður ekki nógu mikið vatn í ánni fyrir þessa mikilvægu flutningaleið. Klimaatverandering zorgt er inderdaad voor dat we in de toekomst meer droge jaren hebben. En tegelijkertijd weten we dat de gletsjers zich terugtrekken. Dus daar ontstaat een probleem. Ja, een dubbel probleem. Een dubbel probleem, ja. Jökulhlaup úr Hafrafellslóni hefur rénað mikið síðan í fyrrinótt. Meðal rennsli í Hvítá í Borgarfirði orðið það sama og fyrir hlaupið sem hófst á föstudag. Meira vatn var komið í lónið fyrir þetta hlaup en fyrir hlaup sem varð 2020 þegar Hvítá flæddi víða yfir bakka sína. Veðurstofu báðust engar tilkynningar slíkt að þessu sinni. Hafrafellslón myndaðist aldamót þegar Langjökull byrjaði að hopa vegna loftslagsbreytinga. Sérfræðingar hafa varað við því að hætta sé á fleiri hlaupum á næstu árum. Gróðureldar loga enn víða á Spáni en þeir kviknuðu í einni mestu hitabylgju sem orðið hefur þarlendir síðan mælingar hófust. Hún stóð frá því í byrjun mánaðarins og þar til fyrir síðustu helgi. Yfir 400.000 hektarar lands hafa brunnið á Spáni þar sem af ári. Mestu eldarnir núna loga á norðurhluta Spánar og við landamærin að Portúgal. Rúmlega 300 íbúar í þorpinu La Bandia hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Hay fuego por todos los lados.
Llevamos 7 días abandonados, como quien dice, porque no han venido a mirar para nada y vinieron ayer que tenemos que desalojar el pueblo y no lo vamos a desalojar, porque no hay peligro ninguno para los del pueblo. Nadie hace nada, cuando podía estar apagado y sobreapagado, pero que nadie hace nada más que pasear y mirar. Já, Bergsteinn, Kastljósið verður á sínum stað rétt á eftir, hvað ætlið að fjalla þar? Já, það verður ekki gróðureldar en það verður verðbólgubálið sem logar ennþá glatt með tilheyrandi vöxtum. Við ætlum að tala við neytendur út í búð sem eru orðnir þreyttir á því að pingjan léttist á þess að Ingubakbókin gerir það, eiginlega bara þvert á móti. Við ætlum líka að hitta ungan mann sem þurfti að fara í hindrunarhlaup í boði Seðlabankans til þess að komast inn á íbúðamarkað. Svo kemur Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, og hann ætlar að fara yfir með, já, vonandi sýn okkur á spilin hvað ríkisstjórnin ætlar að gera til þess að ná verðbólgunni og stýrivöxtunum niður. Missum ekki því. Takk, Bergsteinn. Og þá að veðri. Leifar fellibylsins Erin stjórnaði veðrinu hjá okkur næstu sólarhringa en lægðin sem myndaðist úr fellibylnum liggur suður af landi fram á miðvikudag. Ekki verður þó óveður að ræða þar sem lægðarmiðjan verður nokkuð langt undan suðurströndinni en stíf austanátt leikur landið með úrkomu og þá fyrst og fremst suðaustan og austanlands. Hitatölur verða áfram prýðilegar og gætu náð 20 stigum, bæði norðan og vestanlands. Við förum nánar yfir veðurhorfu að loknum íþróttafréttum. Ísland hefur leik á Evrópumóti karlalandsliða í körfubolta á fimmtudag. Landsliðsmaðurinn Elvar Már Friðriksson ekki nokkrum vafa að Ísland vinni allavega einn leik á mótinu. Einn af stærstu stjörnumótsins Slóveninn Luka Doncic. Hann meðal andstæðinga Íslands á EM og segir Slóvena stefna á verðlaun. Og sigur enska kylfingsins Tommy Fleetwood í PGA-mótaröðinni í golfi í gærkvöld var sögulegur. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sakborningar í Þorlákshafnarmálinu segjast hafa ætlað að ná sér í auðfengið fé kvöldu örlagaríka þegar þeir urðu karlmanni á 70-aldri að bana. Carbfix, dótturfyrirtæki Orkuveitunar, tapaði 1,2 milljörðum króna í fyrra og skuldar móðurfélaginu nærri 4,5 milljarð. Fimm fréttamenn voru á meðal þeirra 20 sem voru drepin í árás Ísraelshers á sjúkrahús á Gaza í dag. Arkitektastofur og fasteignafélög keppast nú við að skila inn teikningum til byggingafulltrúans í Reykjavík því gatnagerðargjöld alltaf tvöfaldast 1. september. Jöklarnir í Ölpunum bráðna á methraða og sú þróun gæti haft áhrif á skipaumferð í Evrópu. Næstu fréttaveðurstaðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringinn að vanda. Þessum fréttatíma er hins vegar lokið, verið sæl og njótið kvöldsins.